Börn hafa verið vistuð oftar og lengur á lögreglustöðinni í Hafnarfirði en Barna- og fjölskyldustofa hefur gefið upp að sögn umboðsmanns barna. Dæmi að börn hafa verið vistuð í gluggalausum fangaklefum í allt að 6 daga. Utanríkisráðherra telur rétt að tvöfalda framlög Íslands til varnarmála, ekki stendur til að gera miklar breytingar á varnarsamningi Íslands við Bandaríkin. Þúsundir urðu að breyta ferðaáætlunum sínum vegna sprengju sem fannst undir lestarteinum í París. Eurostar fer ekki á milli Lundunar og Parísar í dag. Varnaðarorð í lokuðum hópum á samfélagsmiðlum geta dregið dilk á eftir sér. Hæstaréttarlögmaður bendir á að óvarleg orð geti flokkast til ærumeiðinga. Eiríkur Fjalar, Elsa Lund, Stingsi og Skrámur hafa lifað með þjóðinni í áratugi. Nú fær landinn tækifæri til að endurnýja kynnin því stórsýningin Þetta er Laddi er frumsýnd í kvöld. Gott kvöld. Börn hafa verið neyðarvistuð í gluggalausum fangaklefum í lögreglustöðinni í Hafnarfirði mun oftar og lengur en gefið hafði verið upp. Umboðsmaður barna segir að farið hafi verið fram með villandi hætti og fer hörðum orðum Barna- og fjölskyldustofu. Úrræðinu verður lokað mánaðamótin. Umboðsmaður barna sendi barnamálaráðherra bréf í vikunni þar sem því lýst að ítrekað hafi komið fram, bæði opinberlega og í samskiptum við Barna- og fjölskyldustofu og stjórnvöld, að börn hafi ekki dvalið í úrræðinu lengur en í 2 daga í senn og að úrræðið sé í lítilli notkun. Það sem betur fer, þá enginn þarna lengi og við þurfum ekki notið þetta oft. Annað hafi komið í ljós eftir samskipti við foreldra. Neyðarvistunin hér á lögreglustöðinni í Hafnarfirði en í gluggalausum fangaklefa. Frá því að úrræðið var tekið í notkun í október í fyrra hafa börn verið vistuð hér í 41 skipti í alltaf 6 daga í senn. Við höfum aldrei farið í grafgötu með það. Við höfum hámarksvistunartímann 7 dagar en við reynum hvað við getum að hafa það ekki lengur heldur en 2 sólarhringa. Umboðsmaður fer hörðum orðum úrræðið í bréfinu, lýsir neyðarástandi og segir að börn allt niður í 12 ára aldur hafi verið vistuðar. Í þeim tilvikum þar sem það hefur þurft að fara í það að vera lengur heldur en 2 daga, sem eru í 2 tilvik, að þá var það bara metið daglega hvort að barnið þyrfti að vera áfram í þennan tíma eða ekki. Guðmundur Fylkisson vinnur á lögreglustöðinni í Hafnarfirði, fyrst og fremst með börnum með fjölþættan vanda. Auðvitað er óviðunandi að við séum komin á þann stað að þurfa að nota gamla fangaklefa til þess að vista börnin. Hitt eins og staðan í dag, þá ekkert annað öruggt svæði til. Staðan í málaflokknum sé í raun svo þung að þetta úrræði sé betra en ekkert. Þá hendir stuðlar ekki öllum börnum. Og þau í raun og veru upplifa ákveðið öryggi og ákveðin ró með því að vera hér en ekki uppfrá með það sem er hópur á krökkum, minni neysla, minna áreiti, minni hætta eða eitthvað slíkt og eru svona kannski meiri fríður. Umboðsmaður segir að skortur á viðeigandi úrræðum geti ekki réttlætt vistun í fangaklefa. Það sem stendur til núna að í rauninni loka flagdarhrauni og það verður vonandi gert fyrir lok þessa mánaðar. Við erum bara í hraðri uppbyggingu á 2 nýjum rýmum upp á Stuðlum og ef það tekst að koma þeim í gagni þá lokum við umsvifalaust flagdarhrauni. Forsætisráðherra býst ekki við að gerðar verði miklar breytingar á varnarsamningnum við Bandaríkin á næstunni. Hafin sé greiningar og undirbúningsvinna vegna endurskoðunar á varnarstefnu Íslands. Leiðtogar aðildarríkja Evrópusambandsins samþykktu í gær að auka framlög til varnarmála 800 milljarða evra eða 118.000 milljarða íslenskra króna sem svar við þeirri óvissu sem leiðtogunum þykir ríkja í álfunni, bæði vegna Rússlands og óvissu hernaðarlegan stuðning Bandaríkjanna ef á þyrfti að halda. Evrópu hluti NATO og Atlantshafsbandalagið yrði sterkari fyrir vikið og þetta skiptir máli fyrir okkur Íslendinga. Þar eru okkar varnir og það sýnir þá líka áfram vilja til virkra samskipta við Bandaríkin og svona breiðari lönd í kringum Evrópu. Kristrún átti í dag fjarfund með forseta leiðtogaráðs, forseta framkvæmdastjórnar og utanríkismálastjóra Evrópusambandsins ásamt forsætisráðherrum Noregs, Bretlands, Kanada,
og forseta Tyrklands. Það á sér auðvitað stað núna ákveðin greiningur og undirbúningsvinna þegar kemur að endurskoðun varnarstefnu Íslands. Endurskoðun á varnarsamningi við Bandaríkin sé þó ekki í kortunum. Það hafa vissulega komið fram ákveðnar áherslur hjá nýrri Bandaríkjastjórn sem að fólk veltir fyrir sér og það er mikilvægt að hafa ýmislegt í huga í því samhengi. En við höfum átt sögulega gott samstarf við Bandaríkin og það mun ekki breytast á einni nóttu. Geturðu hugsað þér að hafa varanlegt varnarlið hér á landi? Þetta er ekki neitt sem hefur komið til umræðu og ekki nauðsynlegt að ræða á þessum tímapunkti tel ég. Framlög Íslands til varnarmála fyrir utan hernaðarstuðning við Úkraínu nema rúmlega 5 milljörðum króna. Utanríkisráðherra vill tvöfalda þessi framlög. Stór hluti af þessum framlögum fer til varna innanlands, svo sem til landhelgisgæslunnar, loftrýmisgæslu, ríkislögreglustjóra og netöryggissveitar. Við ætlum að fjárfesta meira í öryggi og vörnum og ég nefnt það, landhelgisgæslan, vegir, lögreglan og náttúrulega tækjabúnaður og fleira og við ætlum að standa við það að vera verðugur bandamaður innan Atlantshafsbandalagsins. Kemur til greina að endurskoða eitthvað varnarsamning Íslands við Bandaríkin svona í ljósi þess kannski hversu óútreiknanleg bandarísk stjórnvöld virðast vera? Já, það er allavega ljóst á varnarsamningurinn, hann stendur og alveg óháð því hver er núna við stjórnvölinn. Það er augljóslega áherslubreytingar og það er nokkuð verulegar í Bandaríkjunum en enga síður að Bandaríkin skipta okkur gríðarlega miklu máli fyrir öryggi og varnir, bæði gegnum NATO og síðan í gegnum varnarsamningin. Kemur til greina að vera hérna með varnarlið, varanlegt varnarlið, hvort sem það væri bandarískt eða frá einhverjum Evrópusambandsríkjanna? Það sem ég hef verið að segja og ég sagði í rauninni strax eftir innrás Rússa fyrir 3 árum inn í Úkraínu er að við getum ekki útilokað neinar spurningar. Við sjáum það bara með hörmulegum árásum enn og aftur. Þá er það undirstrikað hver það er sem er árásaraðilinn í stríðinu í Úkraínu eftir nóttina þar sem að Rússar sprengdu massíft borgaralega innviði, orkuinnviði og svo framvegis. Þannig að það ætti nú að vera öllum líðum ljóst hver það er sem þarf að stöðva og af hverjum ógnin stafar. Rússar vörpuðu minnst 58 flugskeytum og flugu nærri 200 árásardrónum yfir Úkraínu í nótt. Flugherinn náði að skjóta 34 flugskeyti og 100 dróna niður. 8 almennir borgarar særðust í árásum á íbúðahverfi í Kharkiv þar sem 9 íbúðarhús urðu fyrir miklum skemmdum. 2 til viðbótar særðust í Poltava. Мы вдвоем живем, да, с мальчиком-инвалидом. Ну, сын это. Сын ваш, да? Да. Вот мы ночью, он никуда, а нам некуда, у нас и света нету, ни газа. Ну, это его комната, мы вот тут хорошо спрятались, и вот эти стекла посыпались на него, а он с гипсом, он же инвалид, никуда не может. Так мы и лежали. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir skotmörk Rússa að mestu hafa verið orku- og gasinnviðir víða í landinu. Þetta voru fyrstu árásir Rússa eftir að Bandaríkjastjórn hætti að deila leyniþjónustu upplýsingum með Úkraínu, þar sem stjórnvöld í Kív hafa verið vöruð við árásum Rússa. Donald Trump Bandaríkjaforseti deildi því á samfélagsmiðlum að hann væri alvarlega að íhuga að beita Rússa stórfelldum viðskiptarefsingum vegna árásanna. Það verði í gildi þar til vopnahlés og friðarsamningar verði í höfn. ASÍ hefur krafið sveitarfélögunum svör við því hvernig ræstingarmálum hjá þeim sé háttað og hvort eftirlit sé með samningum við ræstingafólk. Verðandi sendiherra Póllands á Íslandi hefur áhyggjur af því að pólskt starfsfólk sé þvingað í óviðunandi vinnuaðstæður. Pólskir ríkisborgarar hafa haft samband við sendiráð Póllands varðandi launagreiðslur og starfsaðstæður hjá ræstingafyrirtækjum á Íslandi. Fólkið sagðist mæta vanvirðingu og niðurlægingu, sérstaklega þau sem hafa langan starfsaldur hjá fyrirtækjunum. Niepokojące jest zmuszanie pracowników do zaakceptowania takiej sytuacji. Niepokojące jest stawianie ich w takiej sytuacji albo podpisujecie to, co wam dajemy, albo możecie zostać usunięci z pracy. Fréttastofa hefur fjallað tilvik þar sem ræstingafyrirtæki hafa lækkað laun starfsmanna allt að 20% í viðleitni til að komast
hjá umsaminni hækkun sem brot á gildandi kjarasamningum. Efling og Starfsgreinasambandið funduðu í síðustu viku með forsætisráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra og lögðu til meðal annars a reglugerð yrði sett ræstingastörf. Myślę, że są lepsze sposoby załatwienia tego. Myślę, że naprawdę warto tu zasugerować dialog i warto zasugerować szukanie rozwiązań, które nie będą krzywdzące dla najsłabszych. Verðandi sendiherra Póllands segist hafa áhyggjur af því að íslensk fyrirtæki hafi valið þessa leið. Sendiráðið tók kvartanirnar alvarlega og brást strax við með því að hafa samband við ASÍ sem lofaði að skoða hverja kvörtun fyrir sig. Samtökin hvöttu sendiherran til að biðja alla borgara að hafa samband og tilkynna brot á kjarasamningum. Hann telur mikilvægt að málið verði leyst með samtali atvinnulífs og stéttarfélaga. Jakie są Pana nadzieje, że to zostanie rzeczywiście rozwiązane? Nadzieję mam, bo żyję dość długo, żeby pamiętać sytuacje znacznie poważniejsze, o znacznie szerszym zasięgu geopolitycznym, które też wydawały się niemożliwe, a zostały załatwione drogą negocjacji i dialogu. I mam tu przede wszystkim na myśli polską transformację ustrojową z 1989 roku. I też wydawało się jeszcze kilka lat wcześniej, a prawdę mówiąc kilka miesięcy wcześniej, że to jest niemożliwe. A mimo to strony nawiązały dialog i okazało się, że można. Mörg þúsund ferðalangar urðu strandaglópar beggja vegna Ermarsunds eftir að sprengja fannst við lestarteina í Frakklandi. Öllum ferðum Eurostar á milli Parísar og Lundúna í dag var aflýst. Ósprungin sprengja frá tímum seinni heimstyrjaldarinnar fannst undir lestarteinum í Saint-Denis úthverfi Parísar. Öllum ferðum til og frá Gare du Nord lestarstöðinni í París var frestað óákveðinn tíma. Lestarstöðin svo fjölfarnasta í Frakklandi en 700.000 fara í gegnum hana á degi hverjum. I was supposed to go to London at 9 a.m. and then we arrived to the Gare and they told us that all the trains have been cancelled because of a bomb from World War II, which they found and hasn't exploded yet, which was super scary. Nous, ça ne nous arrange pas. On devait aller à Maastricht, donc on avait pris un Eurostar pour aller jusqu'à Liège. Et donc arrivé à 7h du matin, on voit que les panneaux d'affichage ils sont complètement vides. Donc sur le panneau d'affichage, ça nous dit 7h30, après ça nous dit 10h. Et les agents ils nous disent d'attendre jusqu'à midi. Donc là on est dans le flou et on attend. Síðdegis bárust svo fregnir að því að búið verið að aftengja sprengjuna og hófust ferðir til og frá Gare du Nord að 9 klukkan 5 að staðartíma. Stjórnvöld á Grænlandi vilja fá fleiri ferðamenn til landsins og með opnun 2 nýrra alþjóðaflugvalla búist við mikilli aukningu. Uppbygging gisti- og veitingastaða gengur þó hægt því skortur á vinnuafli. Ilulissat ísfjörðurinn fullur af ísjökum allt árið. Nú þegar streyma þar að þúsundir ár hvert til að njóta dýrðarinnar. Prøv lige at se, hvor flott det er. Nej, det får man sgu ikke hjemme i København. Selvom det lidt råt, og det lidt koldt, og det blæser og sådan noget, så det stadig meget imponerende. Nýr alþjóðaflugvöllur var opnaður í höfuðborginni Nuuk í lok nóvember og nú verið að stækka flugvöllin í Ilulissat. Framkvæmdum á að ljúka á næsta ári. Det så ankomsthallen det her, eller indgangspartiet her, hvor at check-in-skangene de kommer til at være herovre. Afhængig af hvor du skal flyve til, enten Canada eller USA, så tager det mellem 4 og 5 timer. Og einhver staðar þarf fólk að gista og næra sig. Vi har planer om at bygge et nyt hotel, og det bliver også meget udfordrende at skulle skaffe den arbejdskraft, der skal til det. Med den tilgængelighed, der er arbejdskraft i landet eller i byen, der er simpelthen ikke nok. Vi har for meget at lave. Grænlendingar ekki ýkja margir, aðeins 55.000. Vi bliver færre og færre, i og med der er flere og flere, der flytter til Danmark. Så skal vi jo have arbejdskraft, også for at hæve levestandarden her i Grønland. Og vi kan ikke hæve levestandarden, hvis vi konstant mangler arbejdskraft.
Konur í makaleit hafa í lokuðum hópum og samfélagsmiðlum deilt upplýsingum menna og stefnumótamarkaðunum. Hafa þarf varan á því óvarleg orð geta flokkast sem meiðyrði. Ekki nóg að sleppa því að nafngreina fólk. Við höfum alveg dóma þar sem að viðkomandi sem ummæli beinast að hefur ekki verið nafngreindur. Nokkur atriði vert að hafa í huga áður en maður tjáir sig opinberlega. Athugasemdir eins og þessi hérna. Já. Þetta eitthvað sem að geti talist til ærumeiðinga? Ég myndi ekki telja að þessi hérna athugasemd félli undir það. Það skiptir ekki máli hvort ærumeiðandi ummæli birtast í dagblaði, lokuðum hópi á samfélagsmiðlum eða jafnvel í einkaskilaboðum. En það gerður greinarmunur á persónulegum skoðunum eða fullyrðingu staðreyndir. Þarna eru fullyrðingar staðreyndir, þar sem fullyrðingar eitthvað sem á að hafa gerst og ekki bara það, heldur refsiverða háttsemi. Þessi ummæli getur fallið undir það að vera ærumeiðandi aðdróttanir. Má þá aldrei segja frá kynferðisbrotum? Jú, dómstólar hafa í nýlegum dómum játað rétt þeirra sem telja sig hafa orðið fyrir afbroti til að lýsa sinni eigin upplifun. Þetta á eingöngu við brotaþolann sjálfan. Nú leið einhver annar farin að tala sama atvik, þá hann hefur ekki sama frelsi og það getur verið meiðyrði í tilviki hans. Það þarf þó að geta sýnt fram á að einhver fótur sé fyrir ummælunum. Það þarf náttúrulega að vera búið undir það að einhver sem slík ummæli beinast að láti reyna á réttmæti ummælina og þá þarf sá sem við hefur ummælina að vera viðbúin að sýna fram á réttmæti fullyrðingana. Það alvöru klassísku tónn slegin fyrir helgina hér á RÚV því á eftir hefst bein útsending frá 75 ára afmæli Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Gamall félagi okkar héðan af Ríkisútvarpinu, Guðni Tómasson, nú framkvæmdastjóri Sinfóníunnar. Hann í Hörpu og það hlýtur að mikið að vera þarna hjá ykkur á afmæliskvöldinu, Guðni, eða hvað? Jú, heldur betur Bogi, ég fekk lánaðan mikrofónin til að segja þér aðeins frá þessu. Stemmingin hér í húsinu alveg gríðargóð. Við eigum glæsilega tónleika framundan. Víkingur Heiðar Ólafsson, heimspíanistinn okkar, hann ætlar að spila keisarakonsertinn hans Beethovens hérna á eftir. Það líka nýtt íslenskt verk á efnisskráni. Það frumflutningur á verki eftir Jón Leifs og svo hetjulíf Richard Strauss á efnisskráni. Það eru svona 20 mínútur í þetta eða svo. Og það bara algjör vitleysa ef fólk ætlar að fara að slökkva á sjónvarpstækinu eða að fara að skipta stöð. Það eru allir á RÚV í kvöld. Kærar þakkir fyrir það, Guðni Tómasson í Hörpu, Beethoven og Jón Leifs og Richard Strauss. En það víðar sem mikið fjör í samkomuhúsum Íslendinga í kvöld. Því að það mun alltaf verða vitlaust á stórsýningunni Þetta Laddi sem frumsýnd í kvöld. Laddi skapaði sum af ástsælustu grínpersónunum á sínum tíma en það spurning hvort að leikarar í Borgarleikhúsinu ná að endurnýja grínið fyrir nýja kynslóð. Greta Sigríður Einarsdóttir á stóra sviðinu og getur hugsanlega svarað því. Greta Sigríður. Já, hver gamalkunnu persónan á fætur annarri byrjuð að lifna hérna viðinu. Þetta orðið mjög spennandi. En já, stórsýningin Þetta Laddi verður frumsýnd núna á eftir og hérna eru handritshöfundur og leikstjóri. Þú nú, Ólafur Egilsson, orðinn öllum hnútum kunnugur, það ekki að svona ná gömlum... Já, þetta fjórða sýningin, Ásta, Elli, Bubbi og svo Laddi. Það kúnst að ná til þjóðarinnar í gegnum þessar sögur? Nei. Jú, eitthvað aðeins, en ég meina, en svo náttúrulega hæguru heimatökin því að hjörtufólk standa opin held ég fyrir þessu fólki öllu sko og ekki síst Ladda, við sáum það hér í gær, við vorum með aðalæfingu og hér var fólk af öllum kynslóðum sem þekkti Ladda, mismikið og misvel, en það stóðu allir upp og það var tár á hvarmi, svona eitt lítið, svona trúðstár og stemming í húsinu sko, ekki spurning og hlegið, ekki lítið hlegið. Það var mikið hlegið, Vala. Já, Vala Kristín Eiríksdóttir, þú ert að spreyta þig á hérna einhverjum
persónum hérna í kvöld, er það ekki? Þú ert nú öllum hnútum kunnum í að gera grín sjálf, en hvernig er að svona ná að endurlífga grín sem að allir hafa heyrt áður? Já, góð spurning. Ég slepp við það að leika persónurnar hans lata, en ég bara svona er gestgjafi og er bara ég sjálf hér í kvöld eða svona einhvers konar útgáfa af mér. Þetta er búið að vera bara algjörlega magna ferðalag og maður reynir að koma með sína grínkunnáttu og blanda henni saman við nostalgíuna og það held ég bara að ganga nokkuð vel. Já, mjög vel myndi ég segja. Vala er mjög fagleg í öllu sínu gríni. Hún tekur grínið mjög föstum og alvarlegum tökum. Grínið mjög alvarlega. Hverja fáum við að hitta á sýningunni? Eirík Fjalar, Martin Mosdal, Saxa Lækni, Séra Svavar, Þórð Húsvörð, Skúlar Rafvirkja og Leif Óheppna. Já, og fleiri góða. Já. Það er greinilega hægt að hlakka til þess að kíkja á Þetta er Latti í Borgarleikhúsinu. Við kveðjum hérna í kvöld. Kærar þakkir fyrir það. Og við ætlum að athuga hvernig viðrar á landsmenn. Hæðarsvæði mun liggja yfir landinu yfir helgina og veður verður því bjart og stillt þótt vissulega geti dottið inn stöku él og þá sérstaklega norðan og austanlands. Spár benda til þess síðan að umrætt hæðarsvæði stjórni verðinu hjá okkur að mestu leyti í næstu viku. En nánar þetta að loknum íþróttafréttum. Spennan var í algleymingi þegar Afturelding og KA mættist í undanúrslitum kvenna í blaki í dag. Bikarúrslitin fara fram á morgun. Það var ekki síður spennandi leikur þegar að KA tryggði sér sæti í úrslitaleiknum karlamegin með sigri á Aftureldingu í gærkvöld. Liðið mætir Þrótti í úrslitunum. Við förum svo yfir EM í frjálsum og HM í skíðagöngum í íþróttafréttum hér eftir augnablik. Fyrst helstu atriði fréttanna. Dæmi að börn hafi verið vistuð í gluggalausum fangaklefum og lögreglustöðin í Hafnarfirði í allt að 6 daga. Það mun oftar og lengur en Barna- og fjölskyldustofa hefur gefið upp að sögn umboðsmanns barna. Utanríkisráðherra telur rétt að tvöfalda framlög Íslands til varnarmála. Ekki stendur til að gera miklar breytingar á varnarsamningi Íslands við Bandaríkin. Þúsundir urðu að breyta ferðaáætlunum sínum vegna sprengju sem fannst undir lestarteinum í París. Varnaðarorð í lokuðum hópum á samfélagsmiðlum geta dregið dilk á eftir sér. Hæstaréttarlögmaður bendir á að óvarleg orð geti flokkast til ærumeiðinga. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum á vefinn okkar og við minnum á beina útsendingu frá Hörpu, afmælistónleikum með Sinfóníuhljómsveitarinnar en þessum fréttatíma er að ljúka. Njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV